Takk Gísli. Þingheimur að meðaltali 2,5 ári eldri eftir kosningarnar síðustu helgi. Ef við höldum áfram á þessari braut og kjósum á hverju ári, þá tekur meðalþingmaðurinn á Íslandi fram úr skjaldbökunni Jónatan sem elsta dýr í heimi. Og talandi krumpaðar skjaldbökur. Körlum á þingi fjölgaði líka úr 33 í 39 á meðan konum fækkaði úr 30 í 24. Aftur. Ef við höldum áfram á þessari braut og kjósum árlega, þá verður stemmingin á Alþingi eins og í gufunni í Vesturbæjarlauginni. Bara karlar, allir sveittir en líka glaðir. Og yfir í annað. Ég veit ekki með ykkur en eftir nýjustu fréttir miðborg Reykjavíkur ég byrjaður að undirbúa mig undir það versta. Tilkynntar lokun á kaffihúsi Dunkin Donuts á Laugavegi en margir telja að þarna sé kominn fyrsti raunverulegi fyrirboðun yfirvofandi fjármálahrun. Okkar eigin Berglind Festival stödd í Landsbankanum, þar sem ríkið sannkallað ófremdar ástand. Berglind, yfir til þín. Takk fyrir það, Atli. Fólk byrjað að tæma bankareikningana sína eftir að tilkynnt var lokun Dunkin Donuts á Laugavegi? Nei. Já, ókei, þar höfum við það, en í Bónus má búast við örtröð í allan dag. Ekki satt, Berglind? Hefur sala á dósamat aukist eftir að tilkynnt var lokun Dunkin Donuts á Laugavegi? Nei. Já, þú varst ansi fljóta koma úr Landsbankanum og yfir í Bónus en Berglind, sérfræðingar hjá Hagstofunni hljóta að vera áhyggjufullir. Við erum komin niður á Hagstofu. Landflótti hafinn eftir að tilkynnt var lokun Dunkin Donuts á Laugavegi? Nei, það held ég ekki. Ókei. Aftur til þín, Atli. Já, hrunið varð aðeins 6 árum eftir að McDonald's yfirgaf miðbæinn, þannig að við skulum bara vona að Inga Sæland verði ennþá á þingi vegna þess að við erum öll á leiðin á götuna. Og talandi Ingu, þá hafa stjórnmálafræðingar reynt að greina kosningaúrslit helgarinnar fram og tilbaka en málið rosalega einfalt. Inga vann og hérna ástæðan. Ég verð að klökk þegar ég hugsa hvernig mín framtíðarsýn sú að öryrkjum líði ekki eins og annars flokks þjóðfélagsþegnum í landinu okkar. Að gamla fólki okkar geti lifa hér með reisn og eigi áhyggjulaust ævikvöld. Að 9,1% barnanna okkar líði ekki hér mismikið skort. Að 25% barnanna okkar búa ekki við óviðunandi húsnæðiskost og það skuli ekki verið forréttindi að leita sér læknis og að engin Íslendingur þurfi nokkuð tíma að búa í tjaldi eða í hjólhýsi niðri í Laugardal eða nokkuð staðar annar staðar. Vá. En eftir helgi fekk Inga svo far með Sigmundi Davíð á Bessastað og hvaðan kemur þessi hlátur? Við erum ekki með áhorfendur.